Komið í sæl og verið velkomin með okkur í Örfréttir KA vikuna 13. til 20. febrúar 2017. Við biðjumst velvirðingar á að engin þáttur kom í síðustu viku en stundum við tæknin að stríða okkur. Í knattspyrnudeildinni er það helst að Ásgeir Sigurgeirsson var á landsliðsæfingu með íslenska landsliðinu liðna helgi en liðið æfði á föstudegi og lék síðan innbyrðisleik á laugardegi. Það gerði það að verkum að Ásgeir var ekki með KA-liðinu sem spilaði við Breiðablik í Fífunni og vann 3-1 sigur. KA skoraði 2 mörk úr vítum, Elvar Árni Aðalsteinsson gerði þau bæði og þriðja mark KA skoraði Hallgrímur Mar Steingrímsson. Þór KA lék sinn fyrsta leik í Lengjubikarnum og við FH og var leikurinn í beinni hér á KA TV. Stelpurnar skoruðu 5 mörk gegn 1 marki FH og byrjaði því vel í Lengjubikarnum. Næsti leikur stelpnanna er á laugardaginn kl. 7 gegn Val í Boganum og stefnum við einnig á að sýna þann leik beint á KA TV. KA hefur síðan leik í Lengjubikarnum á laugardaginn kl. 17 þegar Víkingar kom í heimsókn í Bogan. Og þá er stefnumót í Boganum nánast alla helgina þegar þriðji flokkur karla er tjóra kappi. Stefnumótun eru hluta mótaröð KA þar sem elstu flokkarnir fá að spreyta sig og er því oft mikið líf og fjör í Boganum þegar þessi mót eru. Við hvetjum allan til að kíkja á svæðið. KA TV stefnir einnig á því að fara að sýna frá beint frá mótinu. Fylgist því vel með helgina. Síðastliðna helgi fór fjórði flokkur karla suður yfir heiðar og lék yngra árið 2 leiki og eldra árið 2 leiki. Eldra árið tapaði báðum svona leikjum á meðan yngra árið vann annan og gerði jafntefli hinn. Yngra árið stendur í ströngu en akkurat núna er liðið að keppa í undanúrslitum bikarkeppninnar við HK. Vinnist sá leikur eru strákarnir komnir í höllina í úrslitahelgina sem fer fram síðustu helgin í febrúar. Þriðji flokkur karla lék 2 heimaleiki hér á sunnudag gegn HKR og Fjölni. Unnust báðir leikirnir, nokkuð samfærandi og því góð helgi að baki á strákunum. Þá lék KA Þór meistaraflokkur kvenna heimaleik gegn Víking á laugardaginn var og vannst sá leikur með 6 mörkum. Eins og hefur áður komið fram í þessi þættir og stelpurnar ósigraðar á heimavelli í vetur og ætla að stefna því að halda því áfram núna á laugardaginn þegar það fá FH í heimsókn. Sá leikur hefst 18:30 og verður vonandi í beinni útsendingu líka á KA TV eða Facebook síðu KA. Snúum okkur þau yfir í blagdeildina. Stjarnan kom í heimsókn og spilaði við KA í KA-heimilinu í karlaflokki helgina og unnu Stjarnan báða leikina, 3-0 og 3-1. Batamerki voru þá á leik KA en 2 hrinur í seinni leiknum þurfti að fara í upphækkun og hefði því sigurinn getað dottið báðum megin. Kvennalið KA lék á föstudagskvöldinu við Völsung frá Húsavík og vann þægilegan 3-1 sigur, vel gert stelpur. KA öldungaliðið lék loksins bikarleikinn sinn sem var búið að bíða eftir mikilli eftirvæntingu gegn Vestra. Ef KA hefði sigrað leikinn hefði þeir farið í 8 liða úrslit. Það þurfti 8 hrinur til að knýja fram sigurveri í þessum leik og voru það Vestri sem fóru með sigur á hólmi en Vestri er reyndar að keppa líka í deildakeppninni þannig að þeir höfðu örlítið forskot á öldungun okkar. Núna helgina eru síðan 3 blakleikir á dagskrá. Karlalið KA keppi við Þrótt Fylki á föstudagskvöldinu og á laugardeginum keppi kvennaliðið við Þrótt Reykjavík og karlaliðið við Þrótt Fylki einnig. Að lokum langar mig að kynna fyrir fólki kótilettu kvöld sem verður í KA-heimilinu 5. 23. febrúar kl. 19:30. Fyrir utan það að borga aðeins 2.000 krónur fyrir mjög góðan mat að þá mun Sævar Pétursson framkvæmdastjóri aðeins fara yfir komandi sumar og áherslur í knattspyrnudeildinni og leynigestur mun einnig stíga á stokk og segja gaman saman sögur. Ég vonast því að til að sjá sem flesta í KA-heimilinu á 5. kvöldi eftir viku þegar við munum snæða kótilettur saman við KA-mennirnir. Við ætlum að enda þáttinn á stuttu viðtali við Elvar Árni Aðalsteinsson, leikmann KA. Elvar Árni Aðalsteinsson, Lengjubikarinn að byrja á laugardaginn, fyrsti leikur á móti Víking. Hvernig leggst til dæmis bara sáleikur í því? Hann leggst bara mjög vel í mig. Við erum bara mjög spenntir að fara að byrja að keppa svona einhverju alvöru móti og það verður bara gaman að fá Víkingana norður og við ætlum bara að byrja að á fullum krafti. Spiluðum við Blikar síðustu helgi æfingarleik fyrir sunnan, 3-1 fyrir KA, góð úrslit en hversu mikið er að marka úrslit úr svona leik? Já, ég meina þetta er náttúrulega bara stuttlið á undirbúningstímabilið en það er náttúrulega alltaf gott að vinna og við viljum vinna alla okkar leiki og förum í alla leiki til þess. Maður vill ekki tapa leikið þegar maður séu æfingarleikir þannig að við viljum bara byggja á þessu. Það er mikilvægt að koma með sigur og fara svo í Lengjubikarinn og reyna bara að fara sem lengst í þeim bikar. Það er bara, mikilvægt þess að þessum tímapunkti að fá alvöru leiki og vera að spila svona sem minnst af æfingarleikjum, þannig að það er bara að gera að reyna að ná svo lengst í Lengjubikarnum. Það reyna allir að vera sérfræðingar á þessum tíma og meta liðin út frá getu og gengi á undirbúningstímabilinu. Hefur þetta eitthvað að segja þegar komið þið fram á sumari?
Já, svona bæði og, ég meina, þú veist, auðvitað mikilvægt að menn æfi almennilega og reyni að, þú veist, smyrja sér saman og ég meina, það koma líka oft svona nýju menn inn í þetta á flestum liðum og menn eru svona aðeins að slípa sér saman og jú, oft, þú veist, þannig séð breytist oft, þú veist, menn geta átt ömurlegt undirbúningstímabil og verið svo bara frábærir í sumari en alltaf langt best að vera í góðu jafnvægi og vera bara að spila alltaf á svipuðu leveli og við bara ætlum að reyna að gera það og taka þetta almennilega í vetur.